Gott CBD gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið. Herðu, jæja, Davíð. Býtu, þurfum við ekki að þetta líka? Nei, Nei, ok, einmitt. Já, nei, þetta bara teð. já, þetta bara te. Altså, þetta bara ráhampurinn. Já, einmitt. En við erum sérst komnir hérna í altså okkar mánaðalegu meltingu sem við ætlum að byrja á vörum frá altså okkar sponsorum Gott CBD. sem gott CBD. Já. Og og það ekki hægt að lýsa því með orðum hver þakkláttir við erum fyrir stuðningin. Já. Ekki bara að þessi stuðningur okkar frá gott CBD gerur okkur að sjálfbæru hlaðvarpi, heldur stendur smá afgangur eftir sem að mun nýtast okkur í framtíðinni því í uppbyggingu á altså Nýju stúdíói. veldinu. Já, veldinu. Þetta ekki veldi, þetta bara, þetta að hjálpa okkur að halda áfram þessari vegferð, sko, að breiða boðskapinn. Þenni margvíslega boðskap. Og við náttúrulega erum með, altså báðir með þarna ofurtrú á kannabíóitanum CBD. Allt sem við kynnt hingað til. Þau við notað sjálfur. Já, og við erum að fara núna í þessa meldingu og við ætlum að fara fyrst í kynninguna og þetta svolítið flókin kynning. Sko, við erum búinir að vera með krem og við vorum með handaburð og við vorum með serum og við vorum búin að vera með augndropana og allt þetta frá Siptol, svo fórum við yfir í ræktina, fórum í hitakremin, fórum í glúkósamín verkjakremin og allt þetta og þetta allt svona pretty basic en það sem að CBD í rauninni pólitíkin hefur alltaf snúist það að gera í rauninni CBD til inntöku löglega. Já. Þannig að og það í rauninni ekki orðið þannig í dag. Ég má kaupa mér út í búð CBD altså fyrir útvortisnotkun, búð. Ég má kaupa mér ráhamp, það ekki búið að aktivera í rauninni kannabíóitana sem að við gerum hérna hverju einasta hlaðvarpskvöldi með heitu vatni og gí sem olía því kannabíóitin CBD fituupplösanlegur. Þannig að það rauninni hitinn í vatninu sem leysir kraftan og læðing kannabíóitana úr hampinum eftir það tekur svona 15-20 mínútur og svo það gíið þegar það bránar í heitu vatninu sem dregur kannabíóitana í rauninni í brákina. Já. Og þú sér hérna og horfið og bara sér brákina. Já, ég sé brákina. Og svo drekkum við þetta og verðum að betri mönnum fyrir vikið. Amen. En, sko áður en að við förum í þetta, þá langar mig aðeins, ég skrifaði grein hérna á sín tíma svolítið þetta sem að fóra á einhverja miðla og sko, sem að hét smíðakennarinn sem var einu svona stoner. Því ég altså var stoner í fortíðinni. Ég sem streykti mikið kannabis og var THC fíkill og alltaf bara háður því að komast í þessu hugarfarsbreytingu. Þannig ég misnotaði THC. Þannig að þegar ég fór að færa mig inn í rauninni iðnaðarhampinn CBD, þá gerði ég það fyrst í leyni. Fylgdi ég mikið skömm, ég óttaðist að vera dæmdur bæði út í samfélagi og í þessu 12-spora samfélagi sem ég var í. Ég óttaðist edrumennsku mína, mér fannst þess að ég væri kannski mögulega að gera eitthvað að mér og þegar ég byrjaði á þessu fyrir svona 3 árum, þá var ekki mikið þetta. Nei. Alls ekki, þetta búið að vera að gera svona síðustu 2, 1,5-2 og nú þetta bara að springa út. En við erum sérst að fara að kynna, ég ætla að gera innan sviga, húðolíu og við kannski förum aðeins út í það eftir, hvernig við notum það, en mér langar að lesa aðeins hérna, altså bara CBD, ég veit ekki hvort þú vitir þetta, en innan taugalíkama okkar, mannana, kerfi sem kallast endokannabíóid kerfið eða ECS. Þessar flóknu tengingar finnast í heilanum, vefjum, kirtlum eða bara í öllum okkar aðal líffærum. Kannabíóid kerfið í líkamanum okkar. Kerfið var uppgötvað af tékkneskum vísindamanni árið 1992 í Ísrael. Við þessa uppgötvun komust vísindamenn að því að líkaminn framleiðir sína eigin kannabíóida.
í margvíslegum tilgangi, en allt þetta þætti sem snúa að altså stuðningi við taugakerfi, því allt snýr að taugakerfinu, allt saman. Ber að nefna í þessu samingi hjálp við svefn, lund, matarlist, melting, minni, altså innri bólgumyndun, húðvandamál, endurheimt og frjósemi. Svo í botn og grunn erum við að tala fullkomið kerfi sem tekur á móti kannabíóðum með opnum örmum, það er þessi CBD gerir. Er það að boostera þetta kerfi, heldur? Þetta bara eins og Tetris. Og þetta það sem gerist, það engin side effects. Þú getur ekki tekið mikið að því, það er engar aukaverkanir, engar. Tekur á móti kannabíóðum með opnum örmum, eins og svo mörg önnur kerfi sem taka á móti alls konar vítamínum. Þetta ekkert öðruvísi. Þetta fæðubót og ég segi það hér, stend við það, eða eins og það sagt á dönsku tilskúð. Þetta er fæðubót. Og CBD búið að vera altså inni hjá lyfjaeftirliti sem að mínu mati kemur fram sem, hefur komið fram sem einhvers konar bara löggæslu aðili með skoðanir að mínu mati byggðar á fordómum en þetta hefur fæst núna yfir til MAST sem er altså matvælastofnun. Altså CBD hefur fæst yfir með nýjum lögum. Við fögnum því, þetta stórt skref. Það það, vissulega. En CBD-ið ekki orðið löglegt til inntöku en þá og ólöglegt að flytja inn svoleiðis oljur. En hér erum við húðolíu. Við erum með húðolíu hérna og sko eins og öll í rauninni öll pródúkt altså sem að CBD eða Andrá höndlar með og það eru seldar á 70 mismunandi stöðum á landinu, apótekum og svo framvegis. Þá þetta vottun sem hefur að gera með altså lífrænt ræktað, hefur að gera með að varan vegan og þetta hefur með það að gera að varan eða altså framleiðandinn rækta sinn eigin hamp. Þannig að hann ábyrgist hráefnið. Sem gerir það verkum að þessa dropa hérna, þessa húðdropa getur við líka tekið í munn. Í slímhúðuna? Undir tunguna. Og mín reynsla, mín reynsla svo, þetta svona dropatæljari, að svona 2-4 dropar, 2 á dag, og þetta ég búin að vera altså taka í nokkur ár, þessa húðolíu, þá sem sagt, þetta búið að gera mig ekki bara betri manni, þetta búið að gera mig betri eiginmanni, dropanir. Þetta búið að gera mig betri faðir, ég betri í að alveg barnið mitt. Ég tek sjálfa mig minna alvarlega og ég glaðari, ég sef betur, ég 44 ára en líkami minn eins og 34 ára, ég sterkari, ég deadliftið, sko, bara, þetta grunnurinn á deadliftinu. Þetta grunnurinn á deadliftinu, ég sem sagt með betri hægðir, ég mildari við sjálfa mig þegar ég kemst að ég með njálg, ég fer ekki skömmina, ég skil henni. CBD búið að gera mig betri manni, búið að gera mig betri edrú manni og ég veit ekki hvernig. Þetta rosa tilfinninga. Þetta hita mál fyrir mig. Já, ég skil þig. Ég skil ekki, ég svo mikill hampkall, sko að stjórnmálamenn eða liðið sem þykist ráða hennar ríkjum, og ég skil ekki og ég segi þetta bara hér, að fólk ekki að fucking flip shitta yfir iðnaðarhampi. Við erum að tala þetta alla þessa kolefnisbindingu og svo sitjum við eftir með hráefnið, alla þessa fucking steypu með trénin og træfjarnar, með ræturnar. Þetta bara búið að liggja undir radarnu svo lengi, sko. Nú þetta komið aftur upp og þetta alltaf gerast. Þetta að gerast, sorry, ég var bara aðeins í misskilningi. Hvenær var hampfélagið stofnað? 2019? 2019, við vorum ekki síðast við þar áður, það var hún
Hamptóta, við ætlum að fara í að melta það líka. Já, skilju, en þetta er ekki. En þetta er ekki, og þessi olía hérna, sem að, altså, þetta er sem sagt bara 500 þarna milligramma olía, þetta er sem sagt full spektrum olía sem þýðir, þetta er ekki broad spektrum, þetta er full spektrum olía sem þýðir að hún er THC frí. Altså það er ekki THC í henni. Er það gott? Persónulega þá kann ég alveg að meta þetta snefilmagni að 0,2% THC með sko, því THC í því magni er ekkert nema holdt fyrir mig sko. En sko þessi olía hérna hefur það einhver úrslita áhrif á eiginleika olíun? Ég þekki það ekki nógu vel en þessi olía, nú er ég búin að prófa nokkrar hérna frá Lekku sem að Gott CBD er að selja inn á heimasíðu sinni. Þetta er besta og hreinasta konsentreraðasta olía sem ég nokkur tíman komist í tærfi sko. Þetta er eins og leðja, þetta er eins og að drekka blóð jarðar. Já, móði jörð. Þetta er ekkert öðruvísi sko. Fannst ekki bragðið þessu? Jú, ég tek þetta á hvernig degi. Nýrmaður. Freaking love it skilja. Já, ég veit það, þetta er ekki ekki. Ég er sammála. Þannig að við mælum með þessari húðolíu og hún er það rein að hún hendar til inntöku. Ég veit það ekki. Dun. Það verður hver og einn að meta. Já, viltu bæta eitthvað við þetta? Nei, mér finnst það bara flott hjá þér. Hún er hérna, dropparnir verða hér. Já, en þetta, sko, kerfið er innan með þér, sko. Já. Og það er þess sem að CBD er að virka svona vel á taugakerfið. Það virkar útvortis líka, skilur við? Já, en það fer inn í. Ég veit það. Og svo spreddar það út. En sko, því þannig munurinn, þetta fer inn í kerfi sem þegar er til staðar til að taka mótið. Ég vissi þetta ekki. Þetta er ekki aðskota stöff. Nei. Ég bara. Með öllum sínum aukaverkunum og með öllum sínum vöxtum sem þú átt að borga þegar drasli fyrir úr, sko. Amen. Þú bara tekur þetta á. Einmitt. Vá. Gekkja. Heyrðu, nú ætlum við að melta. Við erum að melta altså 3 konur og eina hán. 1 hán. 1 hán. 1 hán. 1 hán. 1 hán. Og það er sem sagt, það var sem sagt Sara María, Elín Vigdís og Hamptóta. Og svo kom Embla, hánið. Og hánið var hér bara áðan. Já, bara áðan. Kvárið. Kvár. Já, einmitt. Og hérna í þessu spjalli hérna það allt saman. Ef við að byrja, ég skrifaði nokkuð stikkur í gær. Já, viltu byrja á öfru eða venjulega? Ég ætla að byrja bara, þetta er nefnilega svolítið sérstök melding. Já. Því þessar fyrstu 3 konur sem voru með, altså Sara, Elín, Tóta, þegar ég fór að skrifa, það voru 2 orð sem komu upp hjá þeim öllum. Það voru fyrstu 2 orðin. Okay. Bæði á Söru, Elínu og Tótu. Og það er reynsla og hugrekki. Já. Hjartalega saman. Það má alveg heimfara það allavega hugrekki yfir á Emblu. Já, kíkjum á það svona. Þegar við erum búið með þessar 3 dömur hérna, konurnar. En sko Sara, það var sérst reynsla, hugrekki og gleði. Já. Elín var reynsla, hugrekki, þjáning. Og sama með Tótu, það var reynsla, hugrekki, þjáning. Ég skynjaði forsöguna. Ég skynjaði að forsagan hefur verið þjáningar. Hjá henni þá eða leiðin inn í hampin? Ég veit það ekki, við fórum ekki beint inn á það á persónulegum nótum sko. En hún er ótrúleg kona sko. Já, hún er algjör nagli sko. Ég var að byrja á Söru. Byrjum bara á Söru. Hugvíkandi Söru. Einmitt. Þú sko, já, einmitt. Hugvíkandi Sara. Þú byrjar. Já, ég byrja á þessu. Já, þú bara opnar aftur. Sko, hún fór inn á sílúsabinnið. Já, einmitt. Og sko ég notaði... Þetta er alveg nýttur í mér. Já, sko, ég notaði sveppi í mörg ár, sko. Því ég var pjakkur. Týndi þetta og seldi þetta alveg meira sér líka. Setti þetta í litla ziplock-poka, 25 stykk í pokan og seldi þetta og 1500 kell. Og góð business, eða? Þetta var vasspenningur á þessum tíma þegar ég var bílprófsmaður. Og ég notaði svolítið af þessu en ekki í þeim tilgangi sem að
Sara talaði Nei, og allt öðrum tilgangi sko. Já, það er allt annað dæmi, en þegar þú ert í neyslunni og ert að sækjast eftir áhrifum, veistu eitthvað hvað það borða marga sveppi, skil? Já, þetta er bara talið. Telur það bara sem cirka, og hvað ert að taka? 25 svona litli gaurar eru svona cirka gram, þetta eru þurrt, sko. Já, svona margir. Já. Hvað þurrkar það áður og tekur á það ætlar að komast, geti borðað að beinta tún? Jú, getur alveg borðað að beinta túnum, sko. Ég skipti mig engum máli. Það er næs að þurrka á, sko. Getur maður bara að setja svona í crunchy, eða svona meira svona crunchy og ég seti þetta ofta bara Cocoa Puffs og Lucky Charms og veist, svo les, dótt sko. Og ég mani einu svona eftir því, það minnistætt svona ein saga sko, þess að ég fór í bara eitthvað algjört rugl sko, því ég kom líka inn á það í þessu viðtali við hana sko, hvernig sko, það var svona happ og glapp sko, í hvernig tripp maður fór inn á. Og eitt skipti þá var ég búinn að vera hjá félaga mínum og við vorum búin að fá okkur sko sveppi og þetta var eitthvað lengi að kikka inn og svo eitthvað nefndi þess ekki alltaf bara eitthvað heima að horfa á sjónvarpið og ég fór að keyra því í burtu og ég fór út í bílinn og þegar ég var lagður á stað og var að fara að keyra heim þá byrjaði bílinn að fyllast af vatni. Nei. Jú, það byrjaði bara að rigna bara úr þakinu á bílnum sko og það bara vatn og ég var bara leiðin svo ég væri bara rennandi blautur og ég skrúaði niður allar rúður sko og til þess að hleypa vatnin út bílnum sko og það skipti engu máli sko, það var bara svo mikið vatn en ég bara skildi bílinn eftir út í vegkanti og hljóp tilbaka til félagans og þá kikkaði þetta inn og þar fór ég inn í sko the circle sko því það er með minnistætt þegar maður var í þessu ástandi, þessu svepp ástandi að vera í sko trusting circle sko, vera í út fyrir ramman. Já, að vera í einhverju öruggu umhverfi með einhverju fólki sem var í sama ástand og þú og það var svona einhver tenging og ég man líka eftir því ég var einu svona tengingu heima hjá vinkonu minni í húsi út á Seltjarnarnesi og við vorum öll búin að fá okkur og það var svona tepp á gólfinu og þetta var svo mikið löf og það var arinn og allt þetta var bara mega næs nema svo kom einn gaur í heimsókn fokkaði sig sem var ekki á neinu Já. og ég ætla ekki að fara að nafngreina hann var svona geðveikur súkkulaðitöffari ógeðslega brúnn með svona tribal tattoo og bara eitthvað svona geðveikur gæi sko, hann leit út eins og Ronaldo skilur og við náttúrulega hötum súkkulaðitöffara sko Já. og hann bara kom inn og bara fokkaði upp allir stemningunni bara með því að vera hann skilur, hann kemur inn og brýtur upp the circle. En eru það sömu lögmál sem lúta því þegar það er að vera að meðhundla fólk í vernduðu umhverfi? Ég veit það ekki sko. Jú, ég held það sko. Já. Þú veist, þetta snýst umhverfið, þetta snýst magn, ásetning og þerapistan. Já, það er nú svona svolítið vingillin, þetta er alveg nýtt fyrir mér sko. Hugsa, en þetta er umræðin. Heldur betur sko. Þetta er framtíðin. Þetta er að fara að leysa af í rauninu öll kvíðastillandi og ótta kæfilifin eins og ég kallaði og já, ég er sannfærður það og í framtíðinni þá er þetta á Þannig við erum í rauninni að fara aftur til fortíðar Já, ekki nema að við séum í rauninni bara, ætlum við í alvörunni krakkar að vera þar að lyfjaframleiðendur vilja ekki lækna sjúkdóma hvenær ætlum við að fara að breyta hagkerfinu þannig að við bara viljum í alvörunni lækna í stað þess að búa til lyf sem að virka aðeins á einkennin en lækna ekki rótina. En er hægt að finna lyf sem að lækna rótina? Er það ekki bara náttúrulegt, back to the basics? Psilocybin, maður. Já, en það er ekki lyf, það er skilur. Það er ekki lyf, hver er skilgreinir lyf? En svo hún sagði, þetta bara endur tengi bara alla tauganda og bara leifir manni bara inn í trámað og leifir manni bara að upplifa og skila þessu drasli. Þetta er geggja stöf og eins og fyrirsögnin sagði í blaðaviðtalinu sko, eitt fulldós tripp á sveppum í réttum aðstæðum, réttum magni og þetta var rosalegt magn. Já. Hún var að tala hann bara, hún var með bara eitthvað svona takmark að fara upp í 45 grömm sko. Já, þú myndir bara eitthvað maður setir Lucy í myndinni með Scarlett Johansson. Nei, ekki það. Ég má bara til fyrir lóþingilega svip. Það er að sé mann sko. Já. Leðblökunum. Nei, ég hef sé hana. Þetta hún er alltaf út úr sveppu, Lucy. Nei. Hún long story. Það er geggjum mynd. Þú verður að sjá hana. Hún er ekki einhver hitmenn eða eitthvað? Nei, hún fær lyf inn í sig sem er bara eitthvað svona god molecule drasl eitthvað. Þannig hún bara, hún fyrir úr því að nota 10% af sínum heila eins og flesti menn gera
bara yfir í það að hún fer bara í full capacity 100% og hún Ég sé hana, breytist hún var í Singapúr og var já, með glæpamönnum. manstu, hún já. breytist bara í eitthvað svona alheimsvitund Já, bara, en svo sprakk hún í lokin og breytist í tölvu. hún breytist í alheimsvitundina Já, alveg rétt, nú manni, við geggjum mynd ég þetta er klikkumynd, þetta er svona mynd sem hættir að horfa á aftur og aftur og aftur Já, og náttúrulega talandi um það að Scarlett Johansson er náttúrulega bara næst mest hottaða kona í heiminum sko, fyrir mér já, já, hver er hjá mér? hún er næst hottaðasta Já, eftir konuðinni. Nei, ekki minn, mín kona er, fyrir, það reytar þetta það sama. Hver er hottaðasta? Katrín konaðinn. Já, næst hottaðasta. Já. Katrín kona mín er hottaðasta, það er enginn vafa því. Og hver er næst hottaðasta? Það er Scarlett Johansson. Nei. Hvað meinar maður? Hver er það maður? Þetta, það var einhver. Það er Madonna. Madonna? Já, 80s Madonna. Já, ég held að. Við fyrst hún geggjum. Hún er geggjum. Okay. Hún er alltaf ítörskunum mig sko. Já, það er eitthvað svona Scarlett Johansson, hún er sko hálf sænsk ég er sko sænska ég missi legvatnið. Já, það er fyndið að því að hottaðasti kallmaður fyrir mér er Stallone sko. Það ég er í svo ítalska og þú ert í Arja. Ég er bara í Rocky Balboa og Papa Don't Preach. Og ég er bara eitthvað Ingimar Stenmark. Já, Ingimar Stenmark og Emily Kattolti og svona dót sko. Já, ok, þá erum við búin að ágreiða það. Erum við búin að ágreiða það. Sara bara, veist. Ég ætla að halda áfram að lesa til og ég er náttúrulega að tel mig vera það skiljum maður getur alltaf gert gott betra á hana og hef svo sem lítið, ég hef aldrei farið á sveppatripp og hef bara ekki haft neitt áhugaði en það er út fyrir svega, þetta er alltaf náttúrulega dæmi skiljum. Ég er brjálaðslega vel afgreitur, mér finnst ég ekki þurfa að fara hana. Nei, en ef tíminn kemur og mér finnst ég er að upplifa þjáningar og gangi ekki dimma dali, þá er þetta örugglega fyrsta leiðin sem ég myndi fara. Talaðu við mig fyrst? Ég tala við þig fyrst og svo svo fer ég til einhvers. Svo fer til Söru? Já, hún getur alltaf beint mér. Hún getur beint þér eitthvað. Já. Ég mynd. Það var næsta. Það var hún Elín. Já. Hún var frábær. Já, það er reynsla hugur ekki þjáning. Já. Shit maður, hún er talibani. Já. Hún talaði á því eitt. Já, henni er geggjuð pía sko. Já, ég veit að hún þarf að tala. Þetta er eldklár sko. Shit hvað hún klár. Hún er mjög klár. Hún var alveg búin að analysa þetta bara freaking niftendi sko. Þegar hún fór að tala stæðunar sem hún skrifaði í meðferðinu. Já, sko. Hún bara hún er svo reyn. Ég var til að vera bara í hausnum á henni bara í svona 3 mínútur. Já, ekki lengur. Hún er mjög góður kandidat í það sem hún er að gera sko. Hún er eins og hún sé bara hún er bara framleitt í þetta hlutverk skilur að miðla algjörlega og bæði akademist og reynslulega sér líka því hún er búin að kynna sér ef hún heldur sama flugi á þessu og virðist vera og heldur áfram að hjálpa og tala þá held ég að við séum í nokkuð góða málum sko. Allavega allt svo því þetta er dæmi sem er ekki mikið talað og er svona það fylgir svo mikið skömm. Það hefur verið smá tabú sko, því skömmin er svo mikil, ekki bara hjá sjúklingnum, heldur líka hjá sjúklingnum sem aðstandandinn er líka. Ég held líka að þessi átröskun sem sjúkdómur og bara átröskanir öllu tægi hafa ekkert kannski endilega verið viðurkenndar fyrir ekkert svo lengur síðan. Sko. Nei. Og það er svona, skilur hún er rosalega grönn eða rosalega þetta, skilur, og það hefur kannski verið afgreitt bara sem eitthvað annað, eða ekki neitt. Þannig að fólk er ekkert að velta sig upp úr þessu þó að fólk sé ekki að gera þetta er rosalega lævís og erfitt ástand og það þarf svo mikla það þarf að hamra sko á og blasta þessu út sko. tala og það þarf svona flotta sendibóða eins og hana hann er bara, mér fannst hún bara frábær sko þetta er mér mjög hugleikið og þetta er lífsins þetta er sko dauðans alvara já, bókstaflega bara, og allar átraskanir hvort sem það er anorexía eða búlimi eða þá off-out og svo framvegis sko. já, og fór líka bara fitnessin og vaxtarræktin horfðu bara á viðtalið við hlinn skilur fitnessið, það er bara það byrjaði bara einhvern svona spíral sem að helköttaður og langflottast bara í vannæringar ástandi sko. Ég veit, ég sé alveg að það er þullin ég er náttúrulega verið mikið í ræktinni og svona, maður verður alveg heldtekinn, var ég ekki núna, mér er alls saman núna skilur, en getur alveg orðið heldtekinn og það er svo stutt
leðu krossar einhverja línu sko, þá ertu bara komin út af sporinu og það rosalega erfitt, þetta bara eins og vímuefni og annað. Já, einmitt. En þetta nefnilega svo, þetta svo rosalega self-destructing allt þetta dæmi, þetta fer með þig bara. Þetta algjört sjálfshatur sko. Já. Og svo fylgir allt hitt með í kjölfarið sko. Þannig að ég fannst hún, ég er farin að fylgjast mjög vel með sátt og öllu því sem hún að gera sko. Já, það er að finna allar upplýsingar þetta bara, einmitt, samtökin heita sátt og þetta er satt.is. Yes. Herðu, svo er það drottningin, hampdrottningin, CBD, THC, drottningin, hún leyndi á sér maður. Jesus, fucking reynslu bolti maður. Hún var ekkit eitthvað bara með eitthvað bækling sko, hún bara kunni þetta sko, upp á 10 sko, hún að verið í þessi 10 ár sko, það var enginn að spá í þessu fyrir 10-11 árum síðan, enginn, bara eitthvað 1,5, og Ísland er eftir á í þessum málum, eins og hún sagði, 20 árum sirkus eftir á, en hún er þarna bara með að kanna bara möguleika bæði altså CBDs og THCs á treatment bara á krabbameinssjúklingum og er búin að vera að leiðbeina krabbameinssjúklingum í þessum efnum bara í mörg ár. Já, sko. Sem viðbót við aðra meðferðir. Sem viðbót, já, einmitt, við aðra meðferðir. Og það er bara búið að sýna fram á það læknisfræðilega að þetta getur haft áhrif. Já, það er einmitt eins og hún sagði, það er ekkit bara sagan segir, þetta er rannsóknir segja, sko. Og mér finnst þetta geggjað sko, því ég var sjálfur bara fyrir ekkert svo mörgum árum síðan bara uppfullur af fordómum sko, og ég man eftir því, ég var með félaga á Facebook sem að ég kannast eitthvað aðeins við og ég var hann edrú og hann var svona stoner sko. Já. Og hann var svona, þetta var alveg trúarbrögð fyrir honum, en þetta var kannski 2010 eða eitthvað, og hann var að blasta þessu með THC og krabbameinssjúklinga þetta og CBD hitt og ég, þetta fór svo fyrir brjóstið mér að ég bara sendi honum skilaboð og bara mokaði yfir hann og bara honum af Facebook, bara, fattu hvað við? Okay. Því fordómarnir voru svo miklir. En er ekki stoner elementið svolítið að grafa undan trúveruleika? Eða menn eru þá stoner, því að ég sé ekki... Veistu að ég þekki stonera sem að eru alveg ágætlega málefnalegir. Já, en ekki margir þannig sko, en þessi góður sko, bara fjölskyldumæður og en bara lifir fyrir smókin sko. Já, en er það nú eru kannski fordómar að fá frá, en þetta finnst mér allt annað dæmi, skilju, og leið og einhver sem er stoner. Þetta er náttúrulega ekkert saman plantan sko, þú verður ekkert, þú ert með innarhams og þetta með indigo sko. Já, mér finnst ekki eðlilegt, skilju, fyrir mér missir það trúveruleikann, ef að stoner er að predika og svona, ég ekki að segja það sé vitlaust, en eða þá lögleiðing á kannabis, það er allt annað dæmi. Já, en veistu að þetta er fyrir mér, og ég er allt svo óvirkur alki og fíkill sko, þannig að ég er alveg, ég veit alveg hvert ég má fara og hvert ekki sko. Ég hef misnotað THC en á sama tíma veit ég eins og í svona andlegum hefðum, mikið eins og í Indlandi, Norður Indlandi, eins og þú ferði yfir í Rastafara hana sko, í Jamaica sko. Já. Og þar eru menn bara stoned sko, bara út í eitt sko. Já, ok. Og þar eru þeir eru að nota og ég bara þekkit ekki, ég veit bara að þeir eru að lifa einhvers konar svona meinlætis lífi, en þeir reykja jurtina sko. Og þetta er í sko seramónískum tilgangi og það er virðing og ást og alveg full blast samkennd og þetta er ekki gateway yfir neitt annað. Nei, þú ert samt í þú ert í hugbreytandi ástandi samt. Og er það ekki allt í lagi? Hver segir að það sé ekki í lagi að vera í hugbreytandi ástandi? Hver segir að það sé eitthvað slæmt? Það er að ná því með plöntu, skilju. Þarftu þess ekki þetta? Máttu þið ekki? Jú, kannski. Skilju hvað við? Maður er bara eitthvað fastur bara í einhverju. Já, okay. Það er kannski henda mér ekki, því ég leiðist bara út í spýt og kók og Viagra og eitthvað fucking kjaftaði, skilju. Því ég er bara þannig víraður, why, veit ég ekki af hverju, en svo vill ég líka samt sem á að segja að til dæmis eins og Rastafariðarnir, sko, þeir,
þeir eru að reykja bara plöntuna af jörðinni sko. Já, eins og hún kemur heil Já. og þar ertu með þetta hlutfall kannabíóið eins og THC og CBD hvernig það vinnur með hvort öðru því CBD stiður við sko. Einmitt. En svo ertu með eitthvað svona super skunk drasl sko. Ég var alltaf svona meira hasskall sko. Hassi meikaði fullkomið sens fyrir mér sko. Það var ekkert búið að eiga neitt mikið við það en svo ertu með eitthvað super skunk dót sko. Þá bara, þá misti ég alla stjórn sko. Því þetta var rosa mikið í vímuefni þú varst bara að keyra THC-magnið með einhverjum svona breytingum upp úr öllu valdi og ef þú keyrir THC-ið upp þá fer CBD niður sko. Einmitt. Þannig að þú missir CBD sem með stuðningurinn og ferð bara í THC sem gerir það verkum að og þarna koma fordómarnir sko. Því fólk af mikilli neyslu af skunki sem búið að eiga mikið við fólk að fara inn í alls konar geðrof sko. Sem ekki gott og gefur henni mjög slæmt umtal og eyðileggur svolítið finnst mér fyrir plöntunni sko. Fattar hvað við? Já, ég skilji. Ég ekki með fordóma gagnvart plöntunni sem kemur frá jörðinni sko. Nei. Þótt ég kjósi út frá fengin reynslu að nota hann ekki sjálfur sko. Amen. Skilur, en þetta ekki svart og hvítt fyrir mér gagnvart öðru fólki sko. Nei. Plantan falleg sko. Já. Fyrir mér sko. En svo ertu með hampinn. Það alltaf dæmi. Og hamptóta hún náttúrulega bara hún stofnandi hampfélagsins og hún vítamínsbrautan, hún lifir og andar hampi sko. Já, ég veit. Hún með alls konar pælingum og rannsóknum. Hún með þetta algjörlega á heilanum sko. og það verður gaman að fylgjast með þér. Það verður það sko. En flott kona. Heyrðu, Jesus. Svo það Embla. Svo það Hánið. Já. Hánið var áðan. Já, einmitt. Og við kvöttu það. Já. Bless Hán. Getur skilvirt. Já, einmitt. Og byrjaðu þú á þessu? Ég búin að tala svo mikið til að halda kæftið smá stund. Já, mér fannst það komið mjög óvart sko. Ég las Kvár fyrir svefnin. Bókina. Og fyrirfram svona ég hef ekkert mikið pælt í þessu en mér svona fundist þetta frekar stuðandi oft sko. Ekki það að einhver sé hán eða vilja vera hána hana en öll orkan sem að fer í að þurfa skilgreina allt skilur að þegar mér alveg sama hvað þú ert skilur, hvort þú ert samkynhneigður eða hán eða ert eitthvað. En ef þið líður einhvern veginn eins og Hánið talaði hérna bara, segjum nú ég hán mér líður ekki eins og kallmanni og mér líður ekki eins og kvenmanni mér líður einhvern veginn það ekki bara óskup svona einhvern veginn rökrétt að ég sem manneskja sem að geta ekki sett mig í einhver ákveðin box þótti sem einhver ákveðin kynfæri að ég leitist eftir einhverjum svona skilgreiningum út frá kynvitundinu. Svo það sem ég ætla að segja núna svo erum búin að tala við Hán og þá fattar maður ok því að ég kalla mig kallmann einhver kalla sig kvenmann ákveður að þá ekki Hán rétt á því að kalla sig eitthvað eða vera í einhverju út fyrir svega eða í kassa tikki fyrir neðan þannig að svona overall þá fannst mér þetta mjög gott spjall. Já, þetta var spjall sem kom þér svolítið óvart, ekki? Mjög óvart. Hún náði að snúa þér svolítið. Já, algjörlega snúa mér, skilur. Ég hef ekkert á móti Hánið öllu. Ég rosalega og það þarf að eiga sér stað bylting í þessu eins og bara hefur verið með samkynhneigð og allt þetta í gegnum tíðina. Þannig að það þarf, ég held að það sé aðalega í staðinn fyrir að berjast endilega og berjast fyrir þessu og hinn og saman með kallmenn og kvenmenn í rauninni bara samtalið í sér stað. Eigið út fordómunum og þessu þú talar þessa kommentarittara ég held að ég myndi nú ekki taka það óhátíðlega sko. Það bara eins og einhverju svona eitthvað hór bara. En þetta snýr en svo á ég þarf að setja mig betur inn í eins og það er búið að setja löggjöf með að vera með kynfrelsið sko og það fúttir að samt ekki inn í með vegabréfin og annað. Ég skil það alveg það er búið að það hefur einhver snillingur ákveð að þessi kallkyn og kvenkyn nú veit ég ekki hvernig þetta var hjá neandismönnunum eins og rættum áðan skilur en það hefur einhver ákveð að þetta sé XI og hvað er hitt? X X, Y já, eitthvað svo leið sko og þannig kerfið uppbyggt út allt skilur og við ætlum að klippa út kynin og þetta hvernig verður þá hvernig höldum við utanum stoppu terroristana að koma inn eru þá bara einhverju Hán terroristar að
að ferðast út allt, skilur hérna að ég skilur hvað Ég veit það ekki. ég veit það ekki, en mér finnst Þetta eru 9 tímar. þetta eru 9 tímar, ég held að sé líka rétt sem við rættum að við eigum að nálgast fólk betur svona bara í hvað segir maður, á þess að gefa sér forsendur. Já, veist, við erum með breytt, það eru breyttar forsendur. Já, Það er að kalla þetta svo kallan forsendubrest. forsendubrest, já. Og ekkert á neikvæðan toga en sem gerir það verkum að ég, til dæmis, hugsi ég fari að ávarpa fólk svona meiri varkárni, sko. Já, ég sammála. Mér fannst, skilur Ekki nema að það liggi bara eitthvað í augum uppi, veist. Já, algjörlega. Ég til dæmis myndi alltaf tala þig sem gaur, sko. Já, Þar til þú myndir leiðrétta mig og Eða segja eitthvað bara, annað. ég ekki gaur. En hvað ég ætla að sé þá til eitthvað fleira, sko, því þú ert með kalkinn og kvenkinn, svo ert með hán sem hvorkin ég, er þá eitthvað annað eftir? Já, þú varst með, veist það er svo stór listi. Nei, ég meina, já. Það var alls konar gender og fluid og Já, ég fór í gegnum þetta allt, sko. sko, ég svo sem ég segi, sé þetta flest allt og það er margt svipað og svona og margt sem er bara mjög sjálfsagt, skilur, og eðlugur hlutur, samt búið að búa til nafn og svona. Það er gott og vel, þetta þarf líka svolítið kannski að ramma þetta niður til þess að fræðslan geta á sér stað og svo náttúrulega fullt af fólki sem að díla við alls konar, skilur ekki alveg ímynda mér, ég vaknaði upp einn daginn og mér finnst ég vera eitthvað, skilur, og ég er ekki að ná utan um þetta, skilur, hvað er í gangi, skilur, þetta er svo skrítið, pappi og mamma þeir, skilur, þetta er ekki svona og það þarf að vera eitthvað svona stuðningsnefn sem grípur það eins og samtökin 78 og svona, það þarf kannski að vera eða upplýsti foreldrar sem að skilja og vita, einmitt. tala við hán. Já. Mér fannst, skilur, ég Mér fannst þetta nauðsynlegt spjall. Já, fyrir mig var þetta mjög nauðsynlegt Og veist, og meira þess að fyrir mig, ég tel mig að vera svona frekar nýjunga gjarnan, veist, ég bara kem að fjöllum, sko. Já. Minna núna. Miklu minna núna, sko. Já, það var virkilega, og það var líka, og við fórum svona aðeins inn á það var mikil heilun í þessu samtali fyrir okkur tvö, sko. Já, þau áttum við innilega stund. Já, því við erum að vinna náið saman Já, og við, þegar við hittumst þá svona, veist, mæta stálinn við erum svolítið að rekast utan í hvort annað. Já. En ekkert eitthvað ílt. Nei. En fólk svolítið svona að þreifa hvort öðru, sko. Já, ég veit. Skilur við? Algjörlega. Ég er bara ennþá að melda þetta, sko. Mér finnst þetta mjög, þetta er gott veganisti út í svona eins og lífið og hánin og allt. Mér finnst þetta mjög, þetta er bara málið. Mér finnst líka mjög aðdáunarvert að fólk sé þori, skilur, að ræða hlutina og opna sig með svo margt. Það er sem allir þessir viðmælendur, þetta er búið að vera þessi þemi. Hvað þemi var? Þessi, við ákvötum það ekkert, en það komu hérna 3 konur og eitt hán. Þetta er allt svona hugrakt drast. Já, ég er að segja það. Þú veist, það er að koma með bara eitthvað svona mjög svona kontroversialt dót, bara leggja þetta á borðið og bara rep, veist. Já, ég veit það, sko. Bara own it, name it, skilur við. Og það er svolítið gott, sko. Það er mjög gott. Það er nauðsynlegt, skilur við. Eins og bara með hana Elíni og og svo með hán síðast, hún bara tala eins og það var ekkert, ég bjóst kannski við einhverju vörn og svona æsing og svo þess að hún tekur bara öllu minni fáfræði og þinni fáfræði og svo bara ræðum við málin, sko. Já, háni var alveg bara eins og smoothies. Já. Jarðarberjasmoothis. Já. Skilur, þetta er bara, ég ætla að fylgja þessu vel eftir, ég ætla að ræða við hana, þetta er ekki að síðasta. En svo náttúrulega fórum við út í svona aðra hluti, svona eldfim mál eins og með transbörn og annað, skilur, sem að þegar maður hefur orðið varfið líka umræðinu, skilur, og það er bara eðlilegt, skilur, krakkar fæðast og eru mismunandi og lífið mismunandi og þú sér þetta náttúrulega bara, skilur, að vinna með börnum og svo leiðir, skilur, alls konar. Ég hef nefnilega fengið að sjá þetta þar og ég sé og ég veit að þetta er oft viðkvæmt, sko, en þetta verður að vera einstaklingsmiðað og þetta kemur ekkert bara eitthvað svona bim bara búm. Þetta er ekkert hugmynd sem kviknar bara yfir Cartoon Network, ég veit það alveg. Þetta er búið að vera að grassera í einhver tíma. Þetta er vand með fari, meiri sem er fullorðið fólk, skilur. Ég veit ekkert hvernig best að tækla þetta. Hún talar um einhver teymi sem að taka, ef þú vilt vera svona og fara í gegnum eitthvað ferli, þá þarf teymi að grípa. Já, veistu það, trúðu mér, opinn maður með opinn huga, tæklar þetta í því núi sem þar og við. Þú ert ekki í því núi ennþá. Nei. Þú ert að alveg 2 drengi, gerur það fyrir. Þetta er ekki eðlumenn. Þetta er allavega ekki eðlumenn. Þetta er ekki shapeshifterar. Nei. Og svo bara kannski kemur að því daginn að annar þeirra bara kemur heim og
segist þér að háni bara bara gott og kona blessað, eða gerur svona eitthvað með augunum, segist þér að eðlumaður. já, og ekkert net sem að grípur eðlufólki. Nei, það ekkert net. Það engin eðlumaður búin að stíga fram. Nei. Það væri geggjað að fá eðlumann. Já, Það hlýtur að vera til. Við erum búin að hafa fullt af Sitting lið- Bull, Já, hann hefur sér sjálfan sig breytast í eðlu í speglunum. það er náttúrulega eðlumaður. Það er shapeshifter, sko. Ég veit það ekki. Ég ætla að vera slæmt að vera eðlumaður. Slæmt? Hver segir þessi slæmt? Samsæðiskenningamenn sem við rætti hérna. Fucking kjaftaði maður. Það er ekki alltaf slæmt að vera eðlumaður. Ekki fyrir eðlumennum. Nei, Það er sem er kórónavírusin. Heldur að kórónavírusin líði eitthvað eins og þessi eitthvað illur. Veist, hann er bara heimsniður á því. Bara að gera nákvæmlega sama maðurinn. Og bara ótrúlega falleg eind, þessi kórónavírus. Þetta er svona symmetríst, bara einhvern hnöttur sem er bara gullfallegur. Þegar strákurinn minn kom heim úr skólanum einn daginn, Já. kom með svona fröðplastsbolta Já. og búin að stinga kannski 50 tannstöðum í hann. Ég alveg, vá, hvað er þetta? Koronavírus. Þetta er beautiful. Geggjað, sko. Ógeðslega töff. Og veistu á, ég reiknaði það út daginn með að við sko líftíma veiruna sem er 28 dagar. Þá reiknaði ég þá út sko að miða við að koronavírusin sko á einhverjum x tíma fór worldwide sko. Þá var þetta í rauninni eins og maðurinn hefði frá einum punkti náð að komast og fjölga sér í kringum alla jörðina í 1500 árum hlutfallslega með við líftíma. Já. Áhugavert. Ég veit ekki okkur Var stjörnussagur að hjálpa þér? Nei, ég reiknaði þetta bara út. Okay. Mér fannst þetta bara svo, mér fór alltaf inn að sjá veiruna svo fallega. Já, Skilurðu? Því það er svo neikvæð umræða, svo miklu fordómar í garði þessara veiru. Í alvörunni. Ég skil það reyndar. Þetta er bara eitthvað eipsitta, bara eitthvað, þetta sé allt svo hræðilegt. Koronaveiran er held ég eitt af það besta sem að hefur komið fyrir mig sko. Samt hef ég kannski ekki fengið koronaveiruna, en allt svo svona samfélagsbreytingin sem hefur átt sér stað. Það eru margir sem segja svona hluti, en þetta er náttúrulega mjög, það er hættulegt að segja svona sko. Hættulegt? Nú, hvernig þá? Er ekki svolítið sjálfhvert að hugsa þetta svona, skilur, því að ég veit ekki, ég var að hlusta á samsæris mann í dag. Þetta er alltaf bara veisla fyrir þá. Já, algjörlega, hann sko, sá gaur, hann trúði í rauninni ekki á veirur. Hann trúði á, þetta var svolítið áhugavert, hann trúði á eitur og svo trúði hann á í rauninni orku eða rafmagn. Þannig að undir vissum kringumstæðum, það fer bara eftir því svona hvernig á hvaða tíðni ég er, þá næ ég að breyta eitrun sem er allstæðar í gangi í veiru með vissri tíðni. Þessu trúði hann sko. Og hvað hefur hann fyrir sér þessu? Ég veit ekki. En þetta er enda gauð sem ég var til í að fá hérna í viðtal til okkar. Hann var mjög áhugaverður. Hann er kominn á listan hjá okkur. Já, frábært. En við vorum búin að tala við ætlum aldrei að fara í COVID. Allt svo umræðunar. Nei, ég fór í bólusetningu, skilur. Já, það gekk ég. Til það mikið. Já, mér finnst sko. Ég komst að því áðan, ég var með tvær, ég var ekki búin að fá neitt SMS. Svo sagði hann að konan við mig bara, ég trúis ekki. Farðu inn á þetta heilsuveruna hana. Já. Og ég bara eitthvað, hvað er það? Hún bara eitthvað, farðu þangað og ég bara eitthvað fyrir þangað. Og svo bara gæti ég bara farið inn með símanum minn. Já. Þá var ég bara komin og bara eitthvað svona, og bara 2 skjöl bíða og ég eitthvað klikkað þetta. Þá er ég búin að fá 2 boðanir í Janssen sem núna í byrjun júní, altså 1 7. eða 7. og svo 1 11. Búin að taka ákvörðun bara. Að fara ekki. Að svo stöddu, já. Já, þú fær það, tíminn tikkar samt. Tikkar hvernig? Já, getur maður alltaf farið í þetta? Ég veit ekki. Já, ég veit það ekki. Ég hendi mér í hljópnir eftir í Janssen maður. Já, nei, ég ætla ekki að fara sko. Nei. Sko. Ég á risastóra lóð, 500 fermetrar. Það er ekki eins og fara út úr lóðina. Þú girðir hana bara. Ég er með henni bunker hérna, skilur við. Ég get bara verið hér, ég er með CBD-olíu, ég er með hampinn og vatnið og lesið og svona. Veist, ég er með keiluskó og með Beastie Boys og ég er með gómi, tennurnar hans Skarpins, það eru hérna. Já. Halló, ég er Skarpins. Ég er með allt hérna. Ég er með róbóta og apa og skátahöfðingi og ég er með stafi og ég er með þess að ef ég ætla að vera stónir þá er ég með gamalt lón. Hvað ætlar það ekki að veggfóðri? Nei, það er gamalt, það er skaf í því ennþá. Já, þú getur notað það. Þetta er antík. En ég fannst þessi séri að vera hún var svona, þetta var
dramatísk og skemmtileg serial. Hún tók svolítið á. Hún tók mikið á. Maður þarf alls konar hlutir eins og þetta með Háni sem að það svolítið svona að reyna að vera, hvað segir maður, mann langar að vera svona... Maður þarf að vera mjög open-minded, sko. Já, ég það, mann langar samt einhvern veginn að nálgast þetta svona með gaggrínum. Maður á að gera það, maður á að spyrja. Ekki leyfa... Og ef þetta er málefnilega viðmælandi, sem hún var, eins og Embla var, þá er þetta bara dialógur sem er góður að hafa, sko. Heldur betur maður, heldur betur. En eru ekki bara búin með þetta? Jú, ég er nokkuð viss sem að þetta sé bara afgreitt. Ég hef eftir að liggja, já, ég er ennþá bara að melta Hánumræðina. En hún var frábær. Já. Og Embla, mjög skemmtileg. Ég er mjög ánægður með hana. Ég hefði ekki getað fundið betri viðmælanda til þess að ræða þetta málum. Sko. Heldur en Emblu? Nei. Engin spurning. Toppmanneskja. Já. Toppmanneskja. Manneskja, já. Það er rétt. Herri, ég er orðinn svolítið þreyttur. Ég er að spája, ekki bara... Jú, slöfum þessu. Þetta var einslegt. Takk kærlega fyrir góða kvöldstund. Já, einmitt. Ég ætla að fara hérna... Og þetta er að sofa vel, við erum búin að taka svo mikið CBD í kvöld. Já, heldur betur. Ég er búin að dæla þessu ykkur. Ég finna, ég er orðinn svolítið svona sleepy, sko. Ég vona bara að bílinn fyllist ekki að vatna á leiðinni heim. Nei, ólíklegt. Ólíklegt. Heyrðu, já, þangað næst. Keyrðu skilur þeim. Ég geri það. Takk. Gott CBD er gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna er gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið.